Hvað gerum við svona þríhyrning og hvað þýðir þessi merki? Jú, þegar línur eru merktar svona á sama hátt, það þýðir að línurnar eru jafn langar. Og þess vegna er þetta jafn arma þríhyrningur, hann er með 2 línur jafn langar, svolítið eins og 2 arma. En þriðja hliðin er ekki jafn löng og þessar 2. Það er jafnhliða þríhyrningur sem allar hliðar jafn langar. Og ef að þríhyrningur er jafn arma eins og þessi, þá eru grunnlínuhornin hérna niðri, þau eru líka jafn stór. Og við getum merkt horn eins með einu merki, við getum merkt svona með 2 merkjum. Horn sem eru merkt á sama hátt eru jafn stór og grunnlínuhorn, hvort sem ég merki þau eða ekki jafnarma þríhyrningi, þau eru jafn stór. Þannig ég ætla að kalla þau x, til að nota algebrunni í þetta, að ég veit hornasummi þríhyrnings, x plus 30 er jafnt á 180 gráður. 2x er jafnt og svo ger ég mínus 30 bæðum megin 150 gráður, x er 75 gráður. Hvað hérna? Jú, þetta er jafnarma þríhyrningur, stendur ekkert hér, en af því hann er jafnarma þá veit ég grunnlínuhornin, hornir sem mæta hinni hliðinni sem er ekki jafn löng og hinnar, er líka x plus 30. Og þá ger ég x plus 30 plus x plus 30 plus x er jafnt á 180. Þetta horn plus þetta horn plus þetta horn. Allt til að fara yfir, ég ekki að gera of mikið og lítið, þetta er orðið þetta langt. Þetta eru 3x plus 60 er jafnt á 180. Þá eru 3x jafnt á 120, dreg 60 frá, og x er jafnt á 40, deili með 3 báðum megin. Þannig að þetta hér er 70 gráður, ekki 40 gráður. Vegna þess að þetta er x, 40, set 40 í staðinn fyrir x, 40 plus 30 er 70. Hvað hér? Engar tölur? Jú, 2 og 7. En engar gráðutölur? Jú, hérna veit ég þetta eru grannhorn, þannig að 2x plus 7x eru 180 gráður. Það eru 9x jafnt á 180, x er jafnt á 20 gráður. Og þá þarf ég aftur að passa mig, þetta hérna er 40 gráður, af því þetta eru 2x, tvisvar þetta. Og nú get ég sett upp aðra jöfnu, ég ætla bara að kalla þetta y og y til aðgreiningar. Þá eru 2y, þessi 2, plus þetta, jafnt á 180. Og þetta er y og y, það sama af því að þetta er jafnarma þríhyrningur. Grunnlínuhornin eru hér. Þá eru 2y jafnt og 140, dreg 40 frá báðum megin, y er jafnt og 70 gráður. Þá er þetta 70 gráður og þetta 70. Þetta eru útreikningarnir í þessu, ég er ennþá og bara yfirleitt í þessum útreikningum, hvað veit ég, hvað getur það sagt mér og hvert get ég haldið áfram. Svona rek ég mig áfram þangað til ég er búin að finna út það sem ég vantar.